Þá segi ég 30. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra settan. Áður en við göngum til fyrirliggjandi dagskrá þá tillaga 3 breytingar á dagskránni. Það fyrst að liður 10 verði byggðarráðsfundur, 29. fundur frá því í morgun. Liður 11 verði tónlistarskóli Rangæinga, 48. fundur. Og liður 12 þingfararkaup. Aðrir liðir færast til í samræmi við það. Viljiði ræða þetta? Svo ekki þeir sem geta samþykkt þessa dagskrárbreytingu geðmerki. Hún samþykkt samhljóða. Klara Viðarsdóttir mun svo koma og sitja fundin með okkur undir lið 13. En áður en við göngum til dagskrár að þá ætla ég að gefa sveitarstjóra orðið til að fara yfir helstu atriði milli funda. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, takk fyrir það, Oddviti. Það verður nú að segja svo að þetta frá síðasta fundi hafa nú eiginlega bara verið fjármáladagskránni. Það hefur verið undirbúningur að fjárhagsáætlun sem við erum þá að taka hér til umfjöllunar í dag og síðan hefur þetta verið mjög áberandi fundahöld í stjórnum og ráðum út af fjárhagsáætlun og það má segja að það hefur verið það sem nýjast í því auðvitað við erum núna að funda í okkar nýja byggða samlagi Odda þar sem auðvitað mjög stór hluti af okkar útgjöldum, þannig að það nýtt og það nokkri vinnufundir og út af rekstrarmálum og ásamt fleiru, þannig að það nýtt í kerfinu getum við sagt og gaman að sjá hvernig það þróast hjá okkur. Við gengum bara ágætlega. Síðan alltaf gaman að segja frá okkur framkvæmdum, það náttúrulega Rangárljós og ljósleiðaraverkefnið gengur vel og svona heldur á undan áætlun. Þannig að það verður farið að draga djúpt andan og blása alla leið frá Tengimiðju og upp á Heklubæi. Svona ekkert mjög langt í það. Byrjar vonandi í næstu viku. Þannig að og jarðvinnan náttúrulega gengur frábærlega í tíðinni sem að núna sumarveður hér alla daga. Þannig að það má segja að það sé áætlun. Það verkfundur næsti verkfundur á föstudaginn. Það öll gögn þetta og allt sem af þessa frétta á heimasíðu rangárljós.net og þar bætast svo við þessi verkfundagerðir. Það getur fólk séð alveg í smáatriðum hvað verið að fjalla og svona. Nú síðan af öðrum svona framkvæmdum þá náttúrulega bygging á Lundi, viðbyggingin, að hún gengur vel og þar teljum við að við séum nokkurn veginn á áætlun líka. Við ætlum okkur auðvitað að reyna að klára þetta verk að stærstum hluta núna strax upp úr áramótum og það bendir ekki neitt til annars en að það bara takist. Og við spurjum auðvitað leikslokum í því en verktakinn bara að standa sér vel og þetta gengur ágætlega. Það hefur verið að smíða núna innréttingar og annað í Þorlákshöfn og það á áætlun. Nú síðan nefna líka framkvæmdir tilvonandi við Oddabrú sem við höfum kallað. Þar var sem sé mælt fyrir vegi í gegnum Oddaland núna á mánudaginn var. Þannig að það komið í gang líka, getum við sagt. Þannig að það styttist í það sé hægt að fara að bjóða út þetta sem til stendur að bjóða út. Bæði það nú undirstöðurnar, niður ekstra staurarnir og þetta sem þarf að bjóða út samkvæmt kerfi vegagerðarinnar og síðan þetta þarf að gera það sama fyrir einhverja vegagerð að brúnni. Nú síðan væri ótal margt sem hægt væri að tína til en ég myndi segja til að ítreka það
að þá eru þetta fjármálin það sem hefur verið málmálana og mikil vinna lögð í það og það hefur gengið bara ágætlega. Margir starfsmenn sveitarfélagsins sem koma að þessu eins og þið þekkið og það er allir að leggjast á eitt að reyna að vanda sig í þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Ágúst. Tek undir þetta, eitthvað sem við ræðið þessu. Svo ekki, þá komum við til dagskrá. Það liður 1. Byggðarráð Rangárþings ytra, 28. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði, en fundargerðin að öðru leyti staðfest. 1.1. Kjörstjórn Rangárþings ytra. Annar fundur tillaga að staðfesta fundargerðin. Viljið tjá okkur eitthvað þetta? Ef svo ekki, þeir sem að geta samþykkt það viðmerki, samþykkt samhljóða, liður 1.2. Atvinnu- og menningarmálanefnd, 10. fundur og það er tillaga að staðfesta fundargerðina. Eitthvað sem þið viljið ræða þar. Svo ekki, þeir sem að geta samþykkt það viðmerki, það er samþykkt samhljóða. Liður 1.3. Oddi BS 7. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. 1.8. Óskum umsögn vegna stofnunar lögbýlis úr landi Stóruvalla. Niðurstaða byggðarráðs. Tillaga byggðarráðs að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við að heimild verði veitt til stofnunar lögbýlis í samræmi við framlögð gögn. Það er samþykkt samhljóða. Niðurstaða sveitarstjórnar, það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Einhver sem vil kveða sér ljós það. Svo ekki, þeir sem geta samþykkt það viðmerki, samþykkt samhljóða. 1.9. Ósk umsögn vegna stofnunar lögbýlis að Hólsbakka. Niðurstaða byggðarráðs. Tillaga byggðarráðs að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við að heimild verði veitt til stofnunar lögbýlis í samræmi við framlögð gögn. Byggðarráð samþykkir jafnframt að fela skipulagsfulltrúa að undirbúa málið áfram í samræmi við áform eiganda og beina því síðan til afgreiðslu í skipulags- og umferðarnefnd. Og það var samþykkt samhljóða. Hefur það tillaga niðurstöðu sveitarstjórnar að tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Einhver sem vil tjá sig þetta? Svo ekki, þeir sem geta samþykkt þetta geðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 2. Húsakynni BS 11. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. 2.1. Leiguíbúðir húsakynna BS. Ekki sérstök athygli á þessum lið en hann er einnig til kynningar. Liður 3. Stjórn Suðurlandsvegar 1-3 EHF 27. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Liður 3.2. Það veikir sérstök athygli á honum og rekstraráætlun 2017 og er einnig lagt fram til kynningar. Liður 4. Vatnsveitar Rangárþings ytra Ásahrepps 47. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Það var ekki athygli á lið 4.2. Fjárhagsáætlun vatnsveitu 2017 og er einnig lagt fram til kynningar. Liður 5. Oddi BS 8. fundur. Lagt fram til kynningar. Liður 6. Íþrótta- og tómstundanefnd 8. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. 6.1. Umsókn rekstrarstyrk ungmennafélagsins Framtíðarinnar. Niðurstaða íþrótta- og tómstundanefndar
Nefndin samþykkir samningi fyrir sitt leyti og óskar eftir því að gerður verði viðauki við fjárhagsáætlun vegna hans á þessu ári og að gert verði ráð fyrir honum í fjárhagsáætlun fyrir árið 2017. Og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun íþrótta- og tómstundanefndar. Einhver sem við tjásum þetta. Svo er ekki þeir sem geta samþykkt þetta geðmerki, samþykkt samhliða. Þá er það 6.2, ungmennaráð. Niðurstaða íþrótta- og tómstundanefndar. Nefndin samþykkir erindisbréf og fjárhagsáætlunina og vísar henni til fjárhagsáætlunar gerðar fyrir árið 2017. Mikilvægt er að ungmennaráð taki erindisbréfið aftur til umfjöllunar í maí 2017 þegar reynsla er komin á starfsemi ungmennaráðs. Og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun íþrótta- og tómstundanefndar. Einhvern sem við tjásum þetta. Svo er ekki. Þeir sem að geta samþykkt þetta geðmerki. Það sem geta samlega. Þá förum við í lið 7. Húsakynni BS 12. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. 7.2. Leigu íbúðir húsakynna BS. Niðurstaða stjórnar húsakynna BS. Fossalda 1. Tillaga að fela formanni að setja húsið á sölu. Samþykkt samhliða. Giljatangi. Tillaga að gera viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2016 fyrir húsakynni BS að upphæð 8,2 milljónir til kaupa á 10,4 hektara lands úr Nefsholti 2. Viðaukinn kallar ekki á fjárframlög frá aðildarsveitarfélögunum og verður fjármagnað með handbæru fé. Þetta var samþykkt með 2 atkvæðum og 1 sat hjá. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun stjórnar húsakynna BS. Einhver sem við tjásum þetta. Svo er ekki. Þeir sem að geta samþykkt þetta geðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við 7.4. Rekstraráætlun 2017 húsakynna BS lagt fram til kynningar. Þá er það liður 8. Oddi BS 9. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði að fundargerðin að öðru leyti til kynningar. 8.1. Vakinn athygli á rekstraráætlun 2017 og lögð fram til kynningar. Þá er liður 9. Skipulags- og umferðarnefnd. Rangárþings ytra. 101. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Og ég hef haft á að venju að lesa upp niðurstöðu sveitarstjórnar og þið hnippið í mig að þið viljið kveða ykkur ljós einhver af þessum liði. Það er 9.1. Litliklofi, lóð 2A landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við áformuð landskipti og það er tillaga það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 9.2. Vindorkubú í Þykkabæ. Breyting á aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er 9.3. Árbæjarhellir land 2. Breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingin víkur að engu leyti frá notkun, nýtingarhlutfalli, útliti, formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur því til að farið verði
málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 en tillagan skuli jafnframt grenndarkynnt aðliggjandi hagsmunaaðilum á svæðinu. Og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. 9.4. Lýtingur, óveruleg breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytinga á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingi víkur að engu leyti frá notkun nýtingarhlutfalli, útliti, formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin telur þó ekki ástæðu til grenndarkynningar þar sem breytingin muni ekki hafa nein áhrif á aðra en umsækjendur sjálfa. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. 9.5. Æsíða 2. Deiliskipulag. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin leggur til að öllum lóðarhöfum ásamt veiðifélaginu skuli send tillaga til umsagnar á auglýsingatíma. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. 9.6. Ósk umsögn vegna stofnunar lögbýlis að Hólsbakka. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Nefndin leggur til að lóðin verði skilgreind sem landbúnaðarsvæði og að breyting verði gerð á aðalskipulagi vegna þess. Og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. 9.7. Landmannalaugar, deiliskipulag til kynningar. 9.8. Árbæjarhellir, land 2, deiliskipulag, þjónustusvæðis vestan Árbæjarvegar. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að áform í deiliskipulagi kalli á nauðsynlegar breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Skipulagsnefndin samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og felur skipulagsfulltrúa jafnhliða að gera tillögu að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010 til 2022. Og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar. Hann hljóðaði það að þessu sinni. Allir sáttur við það og allir liðir samþykktir samhljóða. Þá förum við lið 10. Tónlistarskóli Rangæinga, 148. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 11. Byggðaráð Rangárþings ytra, 29. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin öðru leyti staðfest. 11.1. Fjárhagsáætlun 2017 til 2020. Vísaði til umfjöllunar fjárhagsáætlun sveitarfélagsins undir lið 13. 11.2. Hungurfyll, Doddrýr, umsókn blóð til kynningar. Þá fyrir við lið 12, þingfararkaup, vegna ákvörðunar kjararáðs hækkun þingfararkaups. Það liggur fyrir tillaga að þóknun kjörinna fulltrúa sveitarstjórnar og fulltrúa í nefndu sveitarfélagsins ásamt með launum sveitarstjóra hækki ekki til samræmis við síðustu ákvörðun kjararáðs frá 29. október síðastliðinn, heldur miðist áfram við fyrri ákvörðun kjaranefndar þingfararkaup og þau hlutföll sem miðað hefur verið við hjá sveitarfélaginu þar til Alþingi hefur tekið málið til umfjöllunar.
Orðið er laust þetta. Enginn kveður sér ljós, þetta er svo sjálfsagður hlutur, þá ber ég hann undir atkvæði, þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Samþykkt samhljóða, þá er það liður 13, fjárhagsáætlun 2017 til 2020, tillaga lögð fram til fyrri umræðu. Lögð fram og kynnt tillaga byggðarráðs að fjárhagsáætlun Rangárþings ytra fyrir árin 2017 til 2020. Á meðan við förum yfir þessi mál þá átti Klara Viðarsdóttir að koma að vera með okkur og meðan svo er að þá slökknum við á myndavél. Þá er fundið fram haldið. Klara Viðarsdóttir hefur farið yfir fjárhagsáætlun með okkur og yfirgefið fundinn. Fyrir liggur tillaga að fjárhagsáætlunum verði vísað til áframhaldandi vinnu í samræmi við umræður á fundinum. Fjárhagsáætlun verður tekin til síðari umræðu á fundi sveitarstjórnar þann 14. desember næstkomandi. Þeir sem að geta samþykkt þetta, gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 14 til umsagnar frá Alþingi, drög að nýrri reglugerð heimagistingu, lagt fram til kynningar. 15. Lækjarbraut 7, beiðni umsögn vegna rekstrarleyfi til gistingar í flokki 1. Egill B. fyrir hönd sýslumannsins á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna beiðni Kristínar Sigfúsdóttur rekstrarleyfi til gistingar í flokki 1 í íbúðarhúsi sínu við Lækjarbraut 7, Rangárþingi ytra. Það liggur fyrir tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við veitingu leyfisins. Þeir sem að geta sagði þetta, gefur merki. Samþykkt samhljóða. 16. Rangárstígur 3, beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis gistingu í flokki 2. Egill B. fyrir hönd sýslumannsins á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna beiðni Ægisblix EHF rekstrarleyfi til gistingar flokki 2 í sumarhúsi sínu á lóð 3 við Rangársstíg í Rangárþingi ytra. Það er tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við veitingu leyfisins. Þeir sem að geta samþykkt þetta gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. 17. Stjórnar 800. 43. Stjórnarfundur Sambands íslenskra sveitarfélaga lagt fram til kynningar. 18. Stjórnarfund 249. Stjórnarfundur Sólstæðar Suðurlands lagt fram til kynningar. Félagsmiðstöð minnisblað starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Hellisins lagt fram til kynningar. Ingvi Karl hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þakka fyrir þessa skýrslu frá þeim Björk og Eiríki. Og eins og svo sem við vissum, það væri líflegt þarna, það hefur heyrst til þessara ungmenna. Það er spurning með, það er ein athugasemd við varðandi bara tæknilegst atriði varðandi fjárhagsáætlanagerðina og það er að þetta er félagsmiðstöðin Hellirinn en þetta er ekki kallað það í fjárhagsáætlanagerðina, þannig að ef fólk er að leita þess í fjárhagsáætlanagerðina þá sér það ekki, þetta er kallað bara félagsmiðstöðin Hellu. Breyta því bara í fjárhagsáætlana plagginu eða ársreikningu og ársskýrslu.
Fín hugmynd. Annað að hvort að þetta er mikið starf sem er unnið þarna, hvort að við getum samt ekki spýta aðeins í þetta, nýtt fjármagni betur og opna jafnvel aðeins meira hérna og óska eftir því að það verði meiri opnunar tími í þessu í rýminu hérna hjá þeim og setja aðeins meira fjármagn í það í fjárhagsáætlunar. Takk fyrir það. Heyrðu, bara fínt að skoða það og við vísum því bara til frekari vinnu við fjárhags á milli umferða, fjárhagsáætlunar á milli umferða. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós? Svo er ekki. Það er bóka eitthvað það sérstaklega eða bara taka skilabúðin með mér? Er það ekki? Ok, tökum við bara öll með okkur í það. Já, þetta var lagt fram til kynningar, þá förum við í lið 20, sorphirðumáli í sveitarfélaginu. Minnisblað vegna gámaplans, lagt fram til kynningar. Þá er dagskráin tæmd. Eftir að við höfum yfirfarið fundargerð og undirritað hana, þá segi ég þessu fundi slitið og þakka ykkur fyrir góðan fund.